Nú ætlum við aðeins að skoða óræðar tölur og rauntölur. Áður en ég fer að skoða óræðar tölur og rauntölur, þá ætla ég aðeins að rifja upp það sem við erum búin að vera að gera. Við vorum með náttúrulegar tölur, sem voru heilar jákvæðar tölur, heilar tölur sem voru heilar neikvæðar tölur 0 og heilar jákvæðar tölur, þannig að allar náttúrulegar tölurnar eru líka heilar tölur. Svo vorum við með ræðartölur, sem allar tölur sem hægt að skrifa sem brot tveggja heilla talna. Þetta var það sem við vorum komið með. Þá eigum við eftir óræðu tölurnar, sem eru tölur eins og rótin af 2, rótin af 5, pi og þess áttar tölur. Þetta eru þessi tölur sem ekki hægt að skrifa sem endanlegt tugabrot, þetta eru endalaus tugabrot og þetta er táknað sem R og heita í raun rauntölur. Rauntölur eru allar tölur sem til eru. En tölurnar sem eru bara rauntölur og ekki neitt af hinu, það eru það sem við köllum óræðartölur. Við notum svona mengjatákn til þess að sýna, til dæmis n er hlutmengi í setu. Það þýðir að n er hlutmengi hluti af menginu setu. Allar tölurnar í n eru líka í setu, en það ekki allar tölurnar í setu líka í n, þetta virkar ekki í báðar áttir. N er hlutmengi í öllum mengjunum, við getum líka sagt að q er hlutmengi í r. Svo getum við líka sagt að zeta er hlutmengi í r. Þess að alltaf þegar hringurinn er öllu leit inni, þá er hann hlutmengi í hinu menginu. Skiptir engu máli þó að sé auka hringur á milli.